Þátturinn unnin í samstarfi við verkefnið Brothættar byggðir á vegum Byggðastofnunar. Í uppskrift á góðum degi förum við, dagskrárgerðarfólk á N4, á ýmsa staði á Íslandi og finnum út hvernig uppskriftin sé að góðum degi á þeim tiltekna stað. En í þetta sinn ætla ég, Ásthildur, að fara með ykkur á Bakkafjörð. Komið með. Bakkafjörður staður milli Þórshafnar og Vopnafjarðar og þar búa aðeins 55 manns, en flestir vinna við eitthvað tengt sjávarútvegi. Ég ákvað að kíkja á staðinn og sjá hvað var eiginlega hægt að gera á þessum litla stað, hverjir búa þar og hvernig það eiginlega Þetta eru Þórir og Sædís, en þau eru ungt par með 2 litla sæta drengi, en þau fluttu á Bakkafjörð fyrir rúmu ári síðan, en við fengum smá innsýn frá þeim hvernig það að búa á Bakkafirði. Ég heiti Þórir Örn Jónsson, 27 ára. Og ég vinn hérna við að reka nýja fiskvinnslu sem opnaði fyrir 3 mánuðum síðan. Við erum núna að verka saltfisk hérna og erum í rauninni stærsta fyrirtækið sem í gangi á Bakkafirði í dag. Ég flutti hingað í september í fyrra, 1. september, frá Reykjavík. Ég þekki eitt par sem bjó hérna og við vorum búin að heimsækja þau eitt sumar hérna áður og það var huggulegt að koma inn á sumrin, geðveikt veður og var að eignast barn. Og ef ég var alveg hreinskilinn, þá var ekki ég sem vildi flytja, það var hún kærasta mín. Ég var ekkert alveg til í að fara í sveitina og hvað þá Bakkafjörð. En við ákveðum að kýla á þetta og við ætlum nú bara að vera í ár og árið búið sko, en við erum ekki á leiðinni burtu alveg á næstunni sko. Við aðalega fluttum hérna til safna pening og miklu ódýrara að búa hér og ekkert stress, þægilegt að vera með börn og hérna, já, bara langað að pröfa eitthvað annað en að vera í borginni. Mér finnst það geggjað. Mér finnst það mjög þægilegt af því að ég þoli ekki stress og svona, já, þannig að mjög gott að koma bara hérna í rólegheitum og allt svo auðvelt og eitthvað. Þetta voða notalegt bara. Það ekkert stress, engin peningæðsla. Maður sér bankareikningin hækka eins og aldrei áður og bara, já, bara kyrrðin sko. Það ekkert stress hérna. Frábært að vera með börnina, þá vantar bara skólan og þá maður allan ekkert að fara að drífa sig í burtu sko. Maður verður svona miklu nánari, því maður hefur bara sína fjölskyldu. Og jú, við eigum alveg vini hérna, en maður tengist miklu meira. Þannig að það miklu, það svona, eða mér finnst það allan, því í bænum, maður að hitta svo ógeðslega marga og svo kemur bara heim og fer eitthvað, ganga frá og eitthvað, maður ekki svona eins mikið saman, eða mér finnst það allan. Það mjög skemmtilegt að fara á leikskólann á Vopnafirði. Það bæði fyrir svona lítil börn og svo náttúrulega stærri krakkana. Og svo róló hérna. Og annars erum við bara ótrúlega mikið í göngutúrum. Skoða fuglana og hoppa í grassinu og eitthvað. Út með hundinn og mér finnst það geggjað. Því að krakkarnir vera svo glaðir og allir að gera eitthvað, allir saman. Mér finnst það, ég held að það sé svona skemmtilegast það.
Náttúrulega þetta sveitin, skilur. Ég man þegar ég var krakki og maður fór í sveit, skilur. Maður fór að leika sér, skilur. Fór út í náttúruna og finna lækina og upp í hérna heiðunum og bara fá að vera eins í sveitinni. Ég held að það ekkert svona sérstakt, skilur, það fínn leikvöllur hérna, en það engin svona afþreyfing. Ég held þetta sé alveg fyrir alla. Sumir geta verið bara í ár, en aðrir geta verið alveg í 5 ár, skilur, eða endað hérna, eins og vinur okkar, skilur. Sko, ég sé mig alveg fyrir mér vera hérna lengi, en kannski ekki alveg til frambúðar. Það alveg fullt af vinnu hérna. Maður það bara, eins og krakkarnir fara núna á Vopnafjörð leikskólann, þannig að það væri þægilegast fyrir mann að vera í vinnu þar. En líka alveg þægilegt að vera samt í vinnu nálægt heimilinu sínu, að þetta það lítill staður. Langar að pröfa eitthvað annað, ég hef aldrei unnið í fiski. Ég var alveg til að pröfa það. Það þarf sumt að breytast, eins og leikskólamál og skólamál. Ég var að eignast mitt barn númer 2, þannig að ef það ekki boðið þá þarf ég náttúrulega að færa mig eitthvað annað. Ég ekki að fara að keyra langar leiðir til að koma krökkunum mínum í leikskóla og grunnskóla á hverjum degi. En vonandi finna það lausn á því, en það komið slatt af börnum allt í einu. Þú skýst ekki til læknis eða sjúkrahúss ef eitthvað kemur upp á, en það frábær læknaþjónusta bæði á Þórshöfn og Vopnafirði. Og við tókum mjög fína þjónustu hingað á Bakkafjörð að koma ef við þurfum að fá það hingað. En þið ekki tætt kannski umferðina mikið hérna? Nei, það ekki mjög stressandi. Getur ótrúlega miklu mál að vera skipulagður, út af því að búðin ekki bara í næsta húsi. Maður þarf að gera lista, fara til Egilsstað, það tekur langan tíma. Frystikista skiptir öllu máli. Og já, ég held að vera ekki stressaður sé á neinu, skilur, bara fínt að vera bara rólegur og það reddast bara. Allt reddast hér. Eitthvað félagslíf hér? Eitthvað hægt að gera? Það fer hækkandi. Áður en við komum þá var bara eitt par, vinafólk mitt frá Akureyri, sem á svipum aldrei og ég. Og síðan fluttum við hingað og annar félag okkar flutti á sama tíma og ég og kærasta mín. Þannig að þá voru orðin 5 í vinahópnum. Og núna eftir ég tók við þessari fiskvinnslu þá búið að bætast mjög hratt í hópinn. Það eru unglingar og vinir mínir frá Akureyri og Reykjavík búin að flytja hingað og að vinna hjá mér og það komið svona smá samfélag og það eitthvað sem bara hefur ekki sést hér áður eins og við heldum útileguhátíð í mánuði síðan og fólk bara trúði ekki. Við auglýstum þetta á Vopnafjörð og Þórshöfn og svoleiðis og fólk trúði bara ekki að væri eitthvað að vera á Bakkafirði en unga fólkið mætt. Það svona, við erum að reyna það, byggja upp eitthvað samfélag hérna og fá unga fólk hérna og ég skil alveg, þetta ekkert fyrir alla en skilur þetta sveitin, útferðin hennar frábær. Ef þú ert svona, hefur áhuga á útivist og svona, þá þetta bara alveg geggjað sko. Við náttúrulega gerum miklu meira saman, förum út að leika með krakkarnir saman, við náttúrulega börnum sama aldri og við spilum ógeðslega mikið á kvöldin þegar krakkarnir þannig að sofa. Það alveg djam, en ekkert þannig skilurðu, við erum að spila kvöld eða fer inn í sjoppu þegar það í boði. Það alveg bar hérna, ekki á Bakkafirði en á Vopnafirði. Maður verður miklu nánari þegar við hefum bara þau, þannig að maður miklu meira svona að gera eitthvað. Ég mikið á breiðbretti, ég mikið í veiði, skotveiði, fiskveiði. Ég hef alveg pröfað en ég ekki með, ekkert mikið fyrir það skilurðu, en ég fer alveg með þegar þeir fara. Eða við förum alltaf bara öll. Við ákváðum að sjálfsögðu að taka Þóri á orðinu og fá hann til að kenna mér að skjóta. Hvað þrillið við að fara út og skjóta? Það náttúrulega bara allt ferli í kringum þetta. Þetta svona vakna eldsnemma á morgnana, hella sér upp á kaffi og kjötsúpu og vera svolítið old school. Fara síðan að þurfa að liggja út á túni og bíða til gæsum og síðan veiða maður gæs og maður fer heim og verka gæsin og síðan elda maður gæsin. Þetta er bara eins og með fiskveiði skilur.
Þú ert að borða það sem að þú veitir, þú þurftir að hafa fyrir þess að koma þessu heim á borðið, sko. Ekki vera að kaupa þetta út í búð eða eitthvað. Það sundlaug hérna á milli okkur og Vopnafjarðar, fín sundlaug, svona smá sveitasundlaug. Við stóðumst ekki freistinguna og kíktum í sundlaugina í Selárdal sem heitir svo mikið sem Selárdalslaug. En rétt við hana uppspretta með heitu vatni og notuð í dag til að hita vatni í lauginni. En ég gleymdi því mér handklæði, en þau í lauginni voru ekki lengi að redda því fyrir mig. Eftir langan dag á Bakkafirði og góðan, þá gott að koma við hliðina á Selá í Selárdalslaug og fara í heita pottinn, fara í kaldakarrið og fara aðeins í sund. Nú komin tími á auglýsingar, en ekki fara langt, vegna þess að næst fáum við fleiri með okkur í lið og stökkum fram að klettum. Við förum út í Vita og ég segi ykkur draugasögu á staðnum. Sjáumst þetta smá. Velkomin aftur. Nú ákveðum við að fá fleiri með okkur í lið og stökkva í sjóinn fram að klettum. Það ekkert betra en á kvöldin eða kvöldsólin þá förum við í blautgalla, opnum okkur nokkra bjóra, tónlist, förum að stökkva í sjóinn að klettunum. Það er besta. Þetta gera þau vinirnir þó nokkur sinnum og þykir það sko ekki leiðilegt. Og þó ég hafi verið, svolítið hrædd og svona, þá var ég mjög sammála. Þetta er mjög þess virði og ég var mjög heppin að fá þurrbúning lánaðan hjá vinum mínum í Paddle North, en þau nota þurrbúningana í paddleboard í sjónum á Akureyri. Ég kom til að vinna í fiskvinnslu hjá bróður mínum. Já, og ég hjá vinum mínum sem er bróðir hennar. Ég kom á Bakkafjörð af því að ég eignaðist mann sem vildi bara ekkert annað en að koma að vinna á Bakkafirði. Þetta var sætur staður, Bakkafjörður var fín. Já, það er margt að gera þarna og fallegt að vera þarna. Þetta er lítill og þéttur hópur einhvern veginn. Þannig að það er bara, já. Og hvað er að gera? Við erum mest megnis að hoppa í sjóinn á kvöldin og það eru spilakvöld og bara, já, margt að gera. Síðan í haust er skotviðin, þannig að það er svona, já, margir hlutir í rauninni. Mæli með, þetta er mjög gaman. Já, Bakkafjörður er í rauninni frábær staður og það er margt inn í kring og það er svona, já, bara aðeinslega að vera þarna. Þetta er náttúrulega bara fríðindi og náttúran. Við löpum hérna í korter og við erum komin upp til klettana til að hoppa í sjóinn og náttúrulega bara adrenalinni í kringum þetta bara fríðindin. Og það er erfitt að sjá núna þegar við erum komin úr blautgallanum sko, en brosið á okkur öllum áðan þegar við vorum í blautgallanum, nýbúin að stökkva í klettunum, það er bara útskýrir margt sko. Ef við erum ekki að spila á kvöldin, þá erum við að stökkva í sjóinn. Ef við erum ekki að stökkva í sjóinn, þá erum við að labba upp í heiðarnar. Ef við erum ekki að labba upp í heiðarnar, þá erum við reiðhjólatúrum eða krossaraferðum eða eitthvað. Við finnum okkur alltaf eitthvað að gera. Ef hugmyndaflugið er í lagi, þá er nóg af ævintýrum í gangi. En það er ekki allir á Bakkafirði jafn spenntir að storka örlögunum og við vinirnir. Ég fer eiginlega ekki út í sjó, sko. Ég fíla það ekki. Smá svona skeri. Já, örugglega mjög skemmtilegt. Ég myndi örugglega frekar hoppa í ána heldur en sjóinn. Já, hefur þú gert það? Nei, ég hef ekki gert það. Ég hef alltaf bara verið ólétt. Þannig ég hef ekki getað að vera með. En næst ákváðum við að fara út í fræga Digranesvitann, sem er smá rölt út úr bænum. En ætli Bakkafjörður geti verið undir vissum skilyrðum drungalegur bær?
Þegar þokan leggst yfir, skilur, maður sér ekki út að hafa neitt, það alveg, maður fer ekkert út, sko. Á Bakkafirði og í kring vitað allnokkra drauga. Viðvíkulalli talinn elsti draugur landsins og var smaladrengur sem svelti og dó. En sauðfjárbóndi í Steintúni var svo hræddur við drauginn að hann vildi alltaf hafa með sér öxi út á tún til að verjast Viðvíkulalla. Draugurinn talinn taka á sig mynd þeirra sem hann elti og ekki ólíklegt að þú verði var við hann ef þú átt leið hjá víkinni. Svo það Gunnólfsvíkur skotta sem var afturganga Guðrúnar nokkurar sem var myrt í köldu blóði af bónda sem skildi hana eftir á staðnum. En eftir að hún gekk aftur fylgdi hún honum eftir og drap hann. Maður verður var við hana með hljóðum en hún sögð ganga í skóm úr hákarla skrápi. Svo það Tungubrestur, þekktasti draugur sveitarinnar. Það var vinnumaður hjá bókbindara nokkrum Páli Pálssyni sem var talinn hafa farið það illa með vinnumanninn að það leiddi til dauða hans. En eftir það eftirsótti Tungubrestur manninn þangað til hann flúði húsið. Tungubrestur hins vegar fylgdi húsinu og gerir það ennþann dag í dag. En hann gerir vart við sig með hljóðum, smellum eða höggum. En þaðan kemur nafnið. Hljóðunum var nefnilega líkt við dropa sem fjalli í stálvask. Talandi drauga, þá skulum við fara og skoða Draugafoss, sem staðsettur í nokkra mínútna bílsferð frá Bakkafirði. En við stoppuðum bílinn og tókum smá röll til þess að skoða hann vel, því sögur segja að það hafi verið draugagangur á svæðinu og manni nokkrum tókst að koma 13 draugum fyrir í eða neðan við fossinn með því að merkja hring umhverfis hann sem átti að halda þeim kyrrum þangað til hringurinn væri fundinn. Það áhugaverða að enn hefur engin núlifandi maður fundið hringinn, þannig óvíst hvort draugarnir séu fastir eða lausir. Það væri frábært að fá einhvern ferðamannaiðnað líka. Ég er menntaður leiðsögumaður og mig langar alveg að ef ég geti unnið hérna sem leiðsögumaður þá væri það náttúrulega bara algjör snilld. En náttúrulega þess vegna eru þið hérna og ég er sjálfur í svona markaðsátaki hérna fyrir Bakkafjörð, reyna að fá eitthvað fólk hingað. Þetta er náttúruperla. Skilur að koma hérna í byrjun sumars, hreindýrin eru hérna niður á túnum bara við hliðina á okkur hérna út úr gluggann og flotta gönguleiðir og bara allt frábært hérna sko, sem tengist náttúrulífinu sko. Eftir góðan dag er gott að koma og fá að kúra sig undir sæng eftir góða sturtu og hlýja sér og svo er bara morgundagurinn ekkert smá spennandi. Í næsta þætti af uppskriftagóðum degi á Bakkafirði skoðum við Skeggjastaðakirkju, kíkjum á Báruna og förum á kajak, skoðum flugvélabrak og lendum í Kríuárás, ásamt því að spjalla við Kela. En Keli rekur sjoppu og gistiheimili á Bakkafirði. Ekki missa af næsta þætti af uppskriftagóðum degi á Bakkafirði. Sjáum síðar!